Jæja, hugmyndin með þessu vídeói er að útskýra aðeins betur hvernig að framkoma verkefni 3, sem sagt 3D pröntun og 3D skönnun, og hvernig ég á að skila því inn og hvernig ég hugsa þessa mismunandi verkþætti í verkefninu til þess að fá sem besta einkunn. Í stuttumáli sagt þá eigi ég að nota einhver 3D hönnunar hugbúnað eins og Fusion eða SolidWorks eða eitthvað annað, Rhino ef þið viljið, og hanna sem sagt hlut sem ekki er hægt að gera með frádráttarframleiðslu, sem sagt subtractive manufacturing. Og í fyrsta vídeóinu sem ég útskýrði svona inngangurinn af 3D prentuna þá útskýri ég munin á því. Þið þurfið að hanna og framkvæma þetta módel og þið þurfið að prenta það sem er þá 100 grömm af plasti max samkvæmt slicer, en áður en þið farið í að prenta, þar að segja í staðinn fyrir að þið farið í hugbúnaðarforrit, teiknið eitthvað og prentið það, að þá áður en þið prentið þá eigið það að bera kennsl á þær takmarkanir sem að prentarinn hefur, þannig að þið getið optimiserað hluti eins og supports eða hvernig hluturinn snýr í slicernum eða eitthvað annað. Þannig að þið eigið að hanna og framkvæma prófanir á 3D prentarunum út frá þeim módelum sem að þið ákveðið að hanna. Og það getur verið hlutur eins og vegghæð eða halli, það getur verið hlutur eins og overhangs, bridging, veggþykkt eða önnur atriði sem að skipta máli í prenturinni. Það geta líka verið hlutir eins og að setja einhver stopp í kóðan eða að manipulera í rauninni einhvern veginn verkefni þannig að þið náið að prenta út það sem að þið ætlið ykkur á sem æskilegan máta. Dæmi þetta gæti verið að ef þið ætlið að búa til gengjur, að þið þurfið að skala upp sem sagt ronna á x máta, þannig að hægt sé að púsla hlutunum saman vegna þess að plastið þenst út, sem að þýðir að bæði þenst róin út en boltinn gerir það í rauninni líka. Það er bara dæmi. Þannig að þið að eyða svona mestur tími hjá okkur fer líklega í að framkvæma prófanir á 3D prentarunum til að ákveða hönnunarreglurnar og skorðurnar fyrir prentaran sjálfan áður en að módelið er að endanum prentað. Og þið að útskýra hvað þið læruðuð af því ferli prentarana sjálfa. Til að auki við þetta verkefni er að 3D skanna inn eitthvað og þeim betri gæði sem þið náið á 3D skönnuninni þeim betra. Þau verkfæri sem ég skaffa ykkur eru Pruser MK3S Plus og Creality CR10 Max. Eða þið viljið prenta og hluta í þeirri stærð, en ég gerum nú líklega meira ráð fyrir því að þið notuð Prusernar. Þið getur svo sem nota Tinkercad eða viljið, en ég mæli svo sem að þið notið Fusion 360. Ég mæli með að þið notið Prusa Slicer og ég var að setja inn vídeo fyrir Prusa Slicer, hvernig á að hanna í Prusa Slicer, eða réttar sagt hvernig á að stilla hvernig á að bera sig eftir stillingunum í Prusa Slicer, þannig að þið fáið út það sem að þið viljið. Þið getur svo notað einhver 3D hönnunarforrit, hérna eru 2 gerðir af 2 mismunandi leiðum. En ég mæli í rauninni með hvorugri, ég mæli með því frekar að þið farið og prófið ykkur áfram og jafnvel prófið fleiri en 1 forrit. Hérna sett ég hlekk inn á hann Adrian Torres sem hefur verið mjög duglegur og hann er hérna búinn að sýna mismunandi prufur frá mismunandi prenturum, hvaða niðurstöður hann fékk með því. Og hérna eru dæmi prufur eins og kom fram í glærunum hjá mér, og þið getur svona farið í gegnum þetta ef ykkur vantar innblástur með hvað er hægt að gera og hvaða skorður maður þarf að hafa í huga. Eins og fyrr að þá er matskvarði og hann er ekkert ósvipaður matskvarðinu fyrir verkefni 1 og verkefni 2. Ég er aðeinslega að horfa á að skipulagið sé gott hjá ykkur, að þið hannið samkvæmt verkefnalýsingu
og rökstuðið þær hönnunartakmarkanir sem þið funduð í forritinu, eða semst fyrir módelin ykkar, sýnir mér hvernig sýnir mér hvernig þið hannið þetta sé örugglega 3D prentunar vænt og svo framvegis, að þið sýnir mér fram á 3D skönnuninni ykkar og framsetningin sé þess eðlis að það sé auðvelt að skoða það og sjá það. Þið sýnir mér fram á að þið 3D prentuðuð og hvaða prófanir þið gerðuð og hvaða niðurstöðu þið fenguð, hvernig þið framkvæmduð verkefnin, hvaðan þið sóttuð innblástur, að hverju þið leituðuð og hvert ferlið ykkar við að finna út í rauninni þá þætti sem að leitið ykkur að niðurstöðin ykkar, að verkefni ykkar sé frumlegt og metnaðarfullt og að þið sýnir mig fram á það að þið bjuggu til eitthvað nýtt, eitthvað sem að kemur frá ykkur, að þið séuð ekki að herma eftir einhverju verkefni sem þið fundu bara hreinlega á netinu. Þó að það getur vissilega verið mikill lærdómur fólginn í því. Þetta þýðir ekki að þið megið ekki taka hlut sem þið funduð innblástur með og breyta honum. Þið megið alveg taka einhvern einfaldan hlut sem þið sáuð og ykkur fannst áhugaverður. Ég vil bara að þið hannið hlutin frá grunni út frá þeim þörfum sem að þið væntið að fá út úr verkefninu. Hérna eru nokkrar síður. Hérna Aron sem var í bekknum alveg allra fyrst og hann notaði mjög skemmtilegan fítus í Fusion. Þannig að hann gat sketsað í sýnist reyndar, hann sýndi fram á hvernig hann skissaði hlutinn og í hvað hann notaði hann, og þú veist það brotnaði og hvað fór úrskeiðis og svo framvegis. Hann Þorsteinn gerði mjög skemmtilegt verkefni. Það var hann bjó til svona 3D prentaði veski fyrir kort, kreditkort og debitkort og ökuskírteini og fleira, þannig að það auðvelt að í rauninni taka hvern hlut fyrir sig, og hann gerði meira að segja íslenska skjaldarmerkið á hlutinn og prentaði hann út þannig. Það var mjög skemmtilegt og kom mjög vel út. Hann Leon, hann bjó til svona handpumpu sem að hægt að nota sem svona lítinn gosbrunn, og sýndi fram á nákvæmlega hvernig hann gerði það. Þetta var mjög skemmtilegt verkefni og það hægt að sjá hlutin í Fusion módelin, hvernig þau komið fram, og hægt að sækja þau og það er mjög flott. Sýndi svo fram á hvernig hann skannaði hluti líka. Hún Helgarún, hún gerði mjög mikla prufur á veggþykkt, af því að hún var að prófa, hún bjó til svona bómullarpinna og bómullarknóðara til þess að vera með inn á salerni, til þess að geyma í svona geymslubox, og þetta kom allt mjög vel út hjá henni. Mjög skemmtilegt verkefni, og skannaði svona líka. Sindri, hann bjó til lásboga og tók upp myndbandaði. Þetta var mjög skemmtilegt verkefni. Hvernig hann útskýrir þetta allt saman, notaði parametrjur og virkilega metnaðarfullt og svona nýstalegt verkefni, og það held ég hafi komið bara alveg mjög skemmtilega út. Ég veit ekki hvort hann hefði virkað mjög vel hjá honum, en það var samt mjög skemmtilegt og metnaðarfullt verkefni. Hann neytti miklum tíma í þetta. Og Þorbjörn notaði hausinn á sér til að búa til pennastand, eða svona, sem sagt hann bjó til svona pennageymsluhólf með 3D skönnun á hausnum á sér, og það var mjög skemmtilegt líka. Og öll þessi verkefni það sameiginlegt að það er ekki mjög auðvelt að búa þetta til með frádráttaraðferð. En ég vona að þetta varpi aðeins góðu ljósi á hvers konar verkefni þið gætuð framkvæmt, og kosturinn við það sem við búum við í dag við erum með fleiri 3D prentara heldur en allir þessi bekkir voru með, og þannig að ég
Ég vona bara að ykkur gangi vel og þið séu duglega að prófa ykkur áfram.